Pétur, upphafsmúsíkin búin. Ég skil þetta ekki, ég hætti öruglega, ég hefði stungið á mér lyklunum þegar ég fór heim í gærkvöldi. Sælir. Það mikið að þú mæti, Sigurður. Fyrirgeðu Pétur minn, ég svona sent. Silla spurði að fyrir saumaklubb og barnapía kom svo sent að ég að fasta allt upp og... Lykil. Eru þið læstir úti? Hvað sýnist þér, maður? Útsendingin byrjuð, þetta skandall. Ég svo leiðilegt, Pétur, vegna þess að ég með svo spennandi og góða frétt. Ég eiginlega að fá að komin að. Ættum við ekki að reyna gluggan til þrautar? Já, nei, við það tók okkur hálftíma að ná ófægi út aftur þegar hann festist á þann. Hálftíma? Jú, það var hálftími. Hva? Tíkar. Nei, það var tíkar. Nei. Hvað segir það tíkar? Hvað segir það? Útlæða! Já, bara Getum við ekki að láta strákinn skriða nú gluggan fyrir okkur? Strákur! Herðu, farðu hérna gluggan fyrir okkur, lyftu þér upp! Farðu varlega, vinur! Skrýttu nú gluggan hana! Herðu, það gulur jakki hérna á stólbaki. Farðu í hann og lestu fyrstu kynninguna og komdu svo og hleyptu okkur inn! Hvað er það að hleypa okkur inn þá? Þetta var nú vel gert, Pétur. Góðkvöld, þetta er stöðin stöðugt út á stétt. Hér á eftir hefur gungu sína þáttaröðin Auðna Auðæfi sem sé frá nokkrum auðkýfingum sem hafa jafnvel efni á að stunda nám við Háskóla Íslands. En fyrst að þetta. Næstu, gjörðu svo vel. Já, hvað þeim? Góðan dag. Gjörðu svo vel, sæti. Sæti? Já, gjörðu svo. Já. Og eitthvað sérstætt sem að? Já, nú er það tannpína. Að tannpína? Já. Já. Heyrðu, eigum það ekki bara að kíkja á þetta? Heyrðu, býttu áður að byrja að taka að skrift fram að ég vil ekki fá neina deyfingu. Ekkert svoleiðis pjatt. Enga deyfingu? Já, en það kostar það líka ekstra, sko. Já, nei, bara rífa tönnina úr með látum, sko. Rífa hann úr? Já, ég er líka tímabundir svona, bara jöða á henni, jugga vel í henni, þá losnar hann, sko. Mér er alveg sama þótt að það sásu ekki, bara kippin úr, sko. Já, heyrðu, jæja, eigum að þá nokkuð vera tínuna við þetta, ekki bara skella okkur í þetta? Jú, sjá. Já, nei, það er ekki ég, sko. Það er konan mín, hún Sigríður, komdu hérna og sýndu, talar henni hvað er illt. Bara drífi þessu. Góðan dag. Já, þá skulum við kíkja á þetta. Nú hefur komið í ljós að útvarpsþjónusta er svo þjónustugrein sem hvað hörðust samkeppni ríkir í hér á landi. Eitthvað fyrirtæki hafa gagnrýnt ríkið harðlega fyrir þetta. Erlendur síðan þetta mál. Yfir þín, Erlendur. Þakka þér fyrir. Fyrirgeðu, hvað heitir þau? Fyrirgeðu, var þið til að fara aðeins fjær, ekki alveg svo nálægt? Ekki alveg. Þakka þér fyrir. Sigfinnur hjá Jarðarförum HF. Sigfinnur! Sigfinnur hjá Jarðarförum HF. Eru þið óhressir með samkeppnina sem að ríkið veitir ykkur í útvarpsþjónustu? Já, vissulega. Þeir eru svoleiðis að jarða okkur í samkeppninni. Og við höfum bara svo miklar áhyggjur af þessu að þetta er bara að setja okkur í gröfina. Og ef þessu linnir ekki, þá endar það með því að fyrirtækið okkar fer undir græna torfu áður en langt líður. Þið teljið ykkur veita sambærilega þjónustu og kirkjugarðarnir? Ég bendi nú bara á það að okkar viðskiptavinir, þeir hafa nú ekki kvartað ennþá. Fyrirgeðu, mætti ég kannski aðeins, bara svona til öryggis. 1,75. Heflað eða óheflað? Hvað segirðu, finnur ekki lykilinn? Nei! Ertu búin að leita í öllum skúffum? Já! Það er það bara mitt að það. Hvað fyrir? Aha, það er frá því minn. Já. Hvað er fyrir okkur? Jæja, þarna bjargaður okkur elsku kallinn minn. Já, þú átt einhvern eftir að spjara þig í lífinu. Passaðu bara því að taka nú ekki námslán. Þá skulum við, hvað erum við stattir? Var búin fréttin útfarirnar? Já! Nú, hún er búin. Við skulum, fáum bara
Íþróttir, við gefum boltan til þín, Friðrik. Já, þakka fyrir það, Pétur. Ég tek með honum þegar ég sendi þig hér allt á söðu punkti. Þeir sækja þetta. Hvernig mikið þó fyrir fram með þetta dettur, Jóhannes? Já, dómarinn er óanægð með þetta. Hann er kallað það. Nú, hann er alltaf sláblettin endur þetta slysagildur. Þetta er mót þér að þér. Eitt alveg. Lánasjóði, lánið reynist nú vart, en bankastjórar brosa, bjóða þér sitt far í össugsskiptum skoðum, skýtlum gefur í líf, í litlum lánasjóði, lítil bíður þín. Hvaða jaxl er þetta, segirðu? Þessi, já. Sjá. Ekki þessi? Þessi, já. Sjá. Þessi? Á. Þakkaði fyrir. Komið sæl. Undanfarið hef ég verið að vinna að lítilli uppfinningu fyrir Alþingi Íslendinga og ég hafði hugsað mér að kynna þessa uppfinningu mína fyrir ykkur í þættinum í kvöld. Ákveðnir aðilar innan vébanda Alþingis hafa upp á síðkastið kvartað sáran yfir því hversu margorðir þingmenn vilja vera sömu málin, blaðra út í það óendanlega, út í loftið allt og ekki neitt. Nú þess vegna hefur þótt sérstaklega ástæða til að stemma stigu við málæði stjórnarandstöðu þingmanna og það var einmitt með þetta vandamál í huga sem ég hannaði þennan einfalda en afar hugvitsamlega hlut. Þessa litlu blöðuru hér nefni ég blaðurskjóðu. Nú blaðurskjóðan er tengd hér við mælskumæli og á honum er trekt sem síðan er komið fyrir á ræðupúlti Alþingis og blaðrið lendir síðan niður þessa trekt og ofan í skjóðuna og við skulum þá líta nánar á það hvernig blaðurskjóðan þjónar hlutverki sínu. Hér standa menn bladrandi daginn út og inn. Það bunar svoleiðis út úr þenni kjafthátturinn og ruggli það ærir óstöðan æ ofan í æ. Menn þvaðra og ruggla Þegar ræðumaður hefur mál sitt byrjar blaðurskjóðan að þenjast út. Eftir því sem hann leggur fleiri orð í belg stækkar belgurinn og eftir tiltekinn tíma mælirinn fullur. Nú þegar hámarks blaðurmagni náð fer síðan í gang sjálfvirkur sleppibúnaður. Þess vegna spyr ég enn og aftur. Og við það dundrast þingmaðurinn niður í kjallara. Svona einfalt er málið. Nú þetta nú búið að vera hann hálfgett miðju þá nú og það Hafsteinn þess að sækir inn og Kjalli skorar og hann er kátur af honum, hann er gífurlega alveg rosa. Nú byrjar hann við nú eitthvað að hafa hann má ekki fagna mikið í hitta leiksins, hann vant þetta gervigras. Leit við álit hjá hennum virta franska hárgreiðslumeistara Emile de Luxembourg Dubois. Hann greinir okkur hér frá því hvernig sama hárgreiðslan getur virkað á marga vegu. Oui, très longuement, j'ai été fait traiter les femmes, de diriger mon auto-étiquette, les commédéries de son onde. Être de la savante, les mettre des light, non mais être de son auto blonde, de son nez. Être de mon auto-feuille, c'est d'être une seule romme de cette arrière, fier. Les tortues sont... Excusez-moi, madame. C'est truc dans leur bande. Oups, c'est de malade. Oui, merci.
Dans son assez difficile de son trempe ronde, être de son, être sur mon déclaire, être comme seul, être du son d'un bah, être trouvé des sons d'origine, difficile, c'est on se traite de l'eau, on va dire, un gars écoute, être une sonne difficile dans son blablabla, et ce torse de dame, c'est harmonique, je être une difficile de traiter, elle peut tenir le son, être de son oink, 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 oink. Être une mode difficile. Sacré bleu. C'est un idole de femme, dans le secrétaire, dans le mode de combattre de celui. Merci. Gjaldþrot laxeldisstöðvarinnar Kvustlax HF hefur verið á hversmanns vörum að undanförnu. Einkum vegna sögusagnum að blessaður laxinn í stöðinni hafi ekki fengið neitt í gogginn í langan tíma. Sigurður vinu minn færir okkur þessa frétt, eins og svo oft áður. Þakka þér fyrir, Víðir minn. Ingu Herjólfsson, forstjóri Kvustlax HF. Hvernig stendur á því að laxinn skuli svelta hér heilu hungri á meðan greiðslustöðvum fyrirtækin stendur í? Það alls ekkert rétt hjá þér, Sigurður, að laxinn svelti. Við erum bara einfallega að þreifa okkur áfram með nýja vörutegund, svo kallaðan diet-lax. Það er að segja fitusnauðan fisk sem við bindum mikla vonir við að ná í fótfestu á markaðnum. Nú eins og þú ættir að vita þá er fólk hvað að passa miklu meira upp á línurnar heldur en áður hefur verið og er þess vegna vitlaust í allt sem ekki inniheldur fitu. Og við erum bara að laga okkur að breyttum markaðsaðstæðum með þessu og þess vegna settum við laxinn á sérstakt megrunarvegi. Já, nú margir þessu lög sem dauðir. Það er haugalígi. Nú haugalígi, þeir liggja hérna við botninn. Já, það eru bara botnfiskar, við erum að prófa okkur áfram með þá líka. Hvað segir þess að hérna sem verðast að hafa stokkið upp úr kerjónum og liggja hér bara þurrir og skofnaðir? Hvaða kjaftaði er þetta maður? Þeir eru í fínu formi. Nú, já, fínu formi? Já, það er ekki laust við að laxinn hafi smitast að þessu vaxtarækta dellu sem tröllir í þér öllu núna og þeir hafa bara brugðið sér upp úr og skokkað svæðið svona til að koma sér í þjálfun. En það, sérðu hvað þeir eru orðnir stæltir, allir vöðvar grjótharðir og fínu formi. Björgun fann, viltist hann, trylltist hann, til að rétt af ríkiskassan þar skuldabálið brann. Bækur vildi burt úr sjóði menningar, bækur vildi burt úr sjóði menningar hann. Kom þar út ein kratamær, viltist hann, trylltist hann, svo var Óla ekki kær, þar skuldabálið brann. Bækur vildi burt úr sjóði menningar, bækur vildi burt úr sjóði menningar hann. Með Bessi er ég ekki hress, viltist hann, trylltist hann, heldur vil ég Helgu Kress þar skuldabálið brann. Bækur vildi burt úr sjóði menningar, bækur vildi burt úr sjóði menningar hann. Ólafur hetjan hrökk í kút, viltist hann, trylltist hann, minni vildi varpa út þar skuldabálið brann. Bækur vildi burt úr sjóði menningar, bækur vildi burt úr sjóði menningar hann. Össur hvað ég að þig sett, viltist hann, trylltist hann, mærin sagði ég fer ei fet, þar skuldabálið brann. Bækur vildi burt úr sjóði menningar, bækur vildi burt úr sjóði menningar hann. Össur bjargaði engu gat, viltist hann, trylltist hann, hún var kyrr og hérfið satt, þar skuldabálið brann. Bækur vildi burt úr sjóði menningar, bækur vildi burt úr sjóði menningar hann. Komið sæl. Í kvöld ætlum við að kynna okkur það hvernig við skörum eld af eigin köku. Við förum einfaldlega þannig að því að við byrjum... Ég vil benda mannum á að þó þetta heiti eldhúsdagsumræður,
Það mega mér ekki taka þetta svona bókstaflega. Það er byrjað með víkjur ræðustólum Friðmar. Já, við förum þá bara yfir þetta seinna. Þakka kærlega fyrir og verið sæl. Næst ykkur til máls. Þetta er alveg svakalegt. Rosalega tennið og illa fannar. Sjá. Þetta verður bara að duga. Sko, þú verður að passa þetta betur. Það er miklu betra að fara varlega sko heldur en að lendi í svona erfiðum viðgerðum. Og hérna, í guðinabannu farðu varlega þú ert að saga. Ég meina, ég get ekki alltaf verið að skerpa fyrir tennurnar sko. Já, ég lendi bara að... Passaðu bara, já, fara ekki í naglana sko. Þá annars fara það svo illa. Ég er að reyna að passa þetta. Gerðu það. Í kjölfarið á versnandi afkomu útgerðarinnar hafa menn í auknum mæli beint sjónum sínum að nýjum fisktegundum. Víðir ræðir nú við Jafet Jassonason, fiskifræðing. Jæja, Jafet minn. Þú ert alltaf í fiskinum. Já, svona, já. Það er nú ekki að spyrja að þér, en segðu mér nú, hvaða nýjar tegundir eru þetta nú sem þú mælir með að við förum að nýta? Já, það er auðvitað fullt af tegundum sem enn hafa ekki verið nýttar að neinu marki, en sem við verðum að fara að huga að ef ekki að fara illa fyrir útgerðinni. Nú við skulum kíkja á þetta bara hérna. Já, ég bendi til dæmis á þverhausinn. Hann hefur fundist hér við land frá því að rannsóknir hófust en aldrei komið okkur að neinu gagni. Nú, slefberinn er líka býsna algengur og hefur auðvitað aðallega verið til óþurftar. Og sama má segja bæði bakbítinn hér og svo aftur kjaftaskinn hér. Þessar tegundir hafa fram að þessu nær eingöngu verið fæða fyrir vissar hvalategundir, svo sem öskureiðina sem þú sér hér. Flestir kannast einnig við uppskafningin og ég tel löngu orðið tímabært að nytja þann stofn eitthvað. Sömu sögum að segja hérna saumsprettuna, þó að hún geti á stundum verið dálítið vandræðaleg. Nú en hins vegar eru aðrir stofnar sem við verðum að fara mjög varleg í, til dæmis hérna komminn hér, en hann er nánast útdauður og nýjustu rannsóknir hafa einnig leitt í ljós að kratinn er í stórkostlegri útrýmingahættu. Það gerir nú ekki til. Nú og þeir spila hérna rálega upp völlinn. Það er Lalli, gefur á Guðmund og Guðmund er bolta inni hjá Grím og skalli. Þetta er rosa skalli hjá Grími. Alveg, hann er gullskalli Grímur. Það er algjör skallagrímur bara. Ég verð bara að segja, þetta er langbesta perman sem ég fengi dagan. En æðisleg! Ég þarf bóðslega ekkert að gera við hárið. Ég er bara að hrista hausinn og það er allt komið á sinn stað. Mikið gaman að heyra þetta. Já, það kemur sér líka mjög vel því ég hrista svo oft hausinn yfir ruglun í þinginu. Já. Og þess vegna er hárið alveg eðlilega. Hvernig er það, forseti? Er engin leið að fá að ljúka máli sínu hér? Það á greinilega að svipta okkur óbreytta þingmenn algjörlega málfrelsinu. Ég er hér að reyna að fjalla endurgreiðslur á námslánum. Ég vil gera athugasemd við hárgreiðslu þingmannsins. Já, Þór, ég held að þú ættir nú bara að endurgreiða þér. En það stendur allt út í loftið. Akkur farið ekki í strípu? Viltu ekki bara taka Gæti ég fengið að ljúka málinu hér? Einhvern veginn bara hrista þetta betur. Virðulegi forseti, gæti ég ekki bara sett í það gél og greitt það aftur? Hvað segja námsmenn um það? Við mótmælum allir! Nú, jæja þá. Þetta er enginn, þetta fór nú betur en áhorðist. Já, þetta er það. Þá er bara að ljúka þessu útsendingu. Já. Hvað er læst í hér? Það er búið að læta. Er eitthvað líkið að þessu? Já, lítil. Já, stokkur. Þetta er mjög lítið. Þetta er nú ekki einleikið. Pétur, nota að stóða líkið þinn. Nei. Og það er útilokað að fleira verið sendt út í kvöld. Verið prúð og frjálsli í fasi helgina. Góða nótt.